Já, hér Árni Þór í Borgarnesi eftir útisigur. Það var nú kærkomið. Já, þetta ekki búin að vera margir ykkur í vetur. Þetta var bara annar útisigur. Virkilega skemmtilegt að koma hingað í þetta við í Borgarnesi og taka sigur. Þetta var sko, þetta voru 2 lið úr neðri hlutanum. Já, en gæðin á leiknum fyrir utan upphafið, það voru bara gæði leiksins ágætt. Það var bara fíll körfuboltaleikur. Gæðin í deildinni náttúrulega góð og við höfum alveg við áttum svolítið off leiki núna síðustu 2 bara kraftlausir og aðeins svona blammir að vera spila ekki nægilega vörn og kannski var það motivation að því að þú talar verið með neðlutunum og það svona svolítið langt í úrslitakeppnina og það rosalega margt að gerast okkur í hættri sem við komumst þangað þannig að og við erum náttúrulega komnir vel frá öllri fallhættu og umræðum það þannig að markmiðið okkar náttúrulega var fyrsta lagi náttúrulega að ná Skallagrími núna að stigum sem tókst í kvöld. Þeir eru reynda með innbyrðiságu þannig að við erum að taka eftir leiki til þess að enda í sæti fyrir ofan þá og við erum að horfa upp í Selfoss núna sem næsti leikurinn okkar það við getum náð þeim líka stigum og mér finnst bara, þú veist, við vorum bara þrjusur góðir þegar við vorum að spila okkar leik sko. Allir heilir, eða svona flestir heilir, það vantar alltaf 1 og 1 kall, það er hópur, það er eins og gengur en við erum að fá Karl tilbaka líka sem kom með mjög góð einkomu í fyrirháleikinn sérstaklega þannig að við höfum aðeins fleiri kalla líka til þess að rúlla þinn í teik. Var ekki líka ánægilegt að sjá að Borgnesingarnir eru nú búin að búa sig undir að Clayton og Kent eru okkar aðalkallar, tóku þá bara vel út þarna í fyrirháleik en hinir gáðust ekkert upp? Nei, ég er bara mjög ánægður með framræði hjá öllum strákum sko, bara ég spilaði með 10 mönnum í fyrirháleik og hérna 9 í seinni en ég hefði spilað 10 af því að það var eitt sem mengist þess þannig að ég og bara ég meina Óðinn setur öll skotið sín í leiknum, hann getur ekki beðið meira en það en þær eru að falla bara rosalega mikið af honum til þess að hjálpa á útlíkan okkar. Þeir eru ekki fylgst með yngri flokka að starfa. Nei, leikið 0-5 hérna og svo bara Yngvi er rosa drjúgur, setur bara, þú veist, hérna setur sín skot og hann með 5 stóðstíkri fyrirháleik, hluti sem að fólk tekur ekki alltaf eftir hjá Yngva í hans leik, þannig að já, bara virkilega góður liðsig til að chippa inn. Og gott að Clayton skulle svona fara í gang eftir svona, hann var ekki stórkostur fyrir hann, þeir voru alltaf að taka hann föstum tökum. Þungur fyrir og Brian alltaf að taka hann, Brian er bara mikil lífdómaður og hendar ágætlega á hann og Clay var svona, mér finnst hann svolítið forsa skotið sín, hann hefði tölum með að setja hann leika, skotin hans myndi alveg koma og mér finnst hann taka miklu betri skotið setja hann og valdi betur og þegar við áttum okkur því hvað höfðum mikla yfirburðin í teg og ákveðnum leikstöðum á vellinum að hvað hlutinni gengur vel fyrir okkur. Þannig að hann greiddi bara því þegar aðrir fóru að skora þá losnaði aðeins með þeirri mann og þá fekk hann bara betri skot og setti þau. Þú talaði við sérfræðingarna hérna í Borgarnesi áðan sem eru að lýsa leikjunum og þeir sögðust taka eftir svona því sama sem þið verðið að gera og ýmis önnur lið og svipuðum svona gæðum gegn Borgnesingunum. Við erum alltaf kannski svolítið að ráðast á stóramanna frá þryggstælínunni eins og margir að gera og maður er að koma svolítið bara á hann, fá mismatchið og þeir voru að skipta eins og þá náttúrulega voru þeir Ólafur Þorri líka í banni það sem er góður að dekka inn í tegi og þannig að við komumst kannski auðvitað að körfunni og þeir áttu erfitt þegar þeir voru að skipta síman út á bakgrunna. Það var sem þeir að koma ójafnvægi og annarkvæmt fóru við bara beint á það eða fengum opið skotið. Svo voru þeir með líka með ágætisvopn í að Marino var að dræfa mjög vel inn á miðjuna og Arnar að skjóta vel í fyrri. Já, og Söndar sitt hann ekkert sérstaklega í setni en við vorum líka bara með miklu hreyfanlegri í setni bara miklu meiri kraftur ykkur allan setni hálfleik og svona virtist vera miklu meira á tanknum hjá okkur og meiri svona vilji og trú líka. Svo var merkilegt að sjá sko, þú ert nú oft að skipta varnarhæðabriði að maður og mann gekk bara ágætlega en svo náttúrulega gerði þeir útslagið að sæðisvörnin í lokinu og svo vel þjálfuð, alveg svo smurði vel. Einmitt, já, bara allir klárir í sitt hlutverk og allt. Við vorum svona aðeins bara klárir þarna eftir vítaskotin, við settum aðeins þar upp og þá svona vorum við svona svolítið að pakka teginn á móti og bara gegnum niður. Til hamingju. Takk.